Já, góðan daginn. Í þessu vídeói ætla ég að fara yfir þekktar færslur í banka. Þekktar færslur, þetta eru færslur sem að koma ítrekað inn á bankareikninga. Sem dæmi hjá til dæmis sveitarfélögum þá er staðgreiðsla frá ríkisféherði, útsvar frá þá sama aðila frá ríkisféherði, þjónustugjöld, innheimtugjöld frá banka, innborganir frá greiðslumiðlunum og svo framvegis. Og ég ætla nú bara að fara yfir uppsetninguna, hvaða færslur við getum sett inn, setjum svo upp í hvaða færslubók þessar færslur að bókast, við sækjum bankahreyfingar, sækjum svo þekktar færslur og bókum svo færslubók. Nú erum við hérna bara inn í kerfinu á forsíðunni, við förum inn í bankasamskiptakerfið og það er gott að byrja á að fara hérna í feril og innlesnar bankahreyfingar og sjá bara nýjustu færslur. Hérna er svona ákveðin rannsóknarvinna sem við förum í upphafi svona til þess að sjá hvernig færslurnar líta út. Þetta eru þess að allar innlesnar bankahreyfingar inn á alla bankareikninga sem eru til eða eru tengdir í kerfinu. Og sem dæmi að þá eru 2 reikningar allavega sem við sjáum hér á forsíðunni, reikningur 59 og reikningur 72. Og við ætlum að skoða til dæmis þessar 2 færslur hér. Þetta er frá Landsbankanum og seðilnúmerið hér er 4331 og 4332 og þetta seðilnúmer er þá vísbending í greiðslusamning hjá færsluhirði. Þetta er þá pósafærslur sem er að koma inn í kerfið. En við förum bara aftur á forsíðuna hjá bankasamskiptunum og smellum þar næst á finna þekktar færslur. Hérna er ég þá bara aðeins búin að forvinna og setja inn bankastofnun, höfuðbók og bankareikning. Og í tilvísun þá er ég með kennitöluna og síðan er í seðilnúmer setja ég þá inn greiðslusamningin. Þessar 2 sem við vorum að skoða rétt áðan. Og núna erum við búin að setja inn allar upplýsingarnar bankastofnun og höfuðbók og bankareikning sem og tilvísun og seðilnúmer. Og þá þurfum við að skoða hvert við erum að fara að bóka þetta. Og við erum búin að setja hérna í 33.600 sem er Visa bókaldstekillinn. Það er gott svo sem að staðfesta það með því að skoða bara hvernig greiðsluaðgerðir eru settar upp fyrir verslanirnar sem eru að taka við eða fyrir greiðslustaðina. Og hérna er til dæmis sett upp fyrir SmartPOS og þá sjáum við hér að mótreikningurinn er 33.600 þannig að við staðfestum það. Við viljum svo einnig deildamerkja þessar færslur og í þessu tilfelli erum við að setja þetta á aðrar skammtímakröfur þannig að það fer á báðar línurnar fara á sömu deild og síðan setjum við hérna lýsingu þetta innborgun, pósi, samningur 4332 og 4331. En áður en við keyrum fyrstu keysluna þá kannski er ágætt að skoða hérna í kerfinu undir bankasamskiptagrunnur að þá hérna undir bankareikningar að þá sjáum við færslurnar, hvert þekktar færslur í hvaða færslubók þær eru að fara og hér erum við með fjárhagur færslubók og síðan förum við í millifærslubók og hérna er það þá bara
hægt ef að vilji fyrir því og löngun að hafa þetta í sér færslubók eða hafa þetta bara óbreytt. Og forsenda fyrir því að geta keyrt þekktar færslur eða skoða þær náttúrulega að vera búin að sækja allar bankahreyfingar. Ég svo sem ég ekki notandi í bankakerfinu, þannig ég get nú ekki sýnt eitthvað neitt hér, en þá náttúrulega bara hefðbundi ferli, sækja út frá hvaða bankareikning þið að nota og velji síðan að sækja færslur og skrá inn og þá getið keyrt þekktar færslur. Og svo það bara næsta vers að smetla á finna þekktar færslur. Á opnast gluggi og við setjum inn viðeigandi dagsetningar sem við viljum sækja, hvað sem við erum að vinna með eina viku, mánuð eða hvað það nú er. Og síðan svo sem í byrjun kannski fínt að sjá allar færslur og allt svoleiðis sem koma inn, þannig að við hökum ekki í þennan reit í upphafi, en sannlega þegar þú búin að keyra þetta kannski nokkur sinnum og sjá að allt að skila sér, að þá getur hakað hér í og þá bókast færslurnar bara leið og þú smellir á í lagi hér. Þetta þá grunnskrefin sem þarf að taka þegar við erum að setja upp þekktar færslur.